Martin, það hlýtur að vera ljúft að sjá þennan syngja á nýma. Það var mjög ljúft. Ég fann það bara leið og ég sleppti honum að þetta væri á leiðinni ofan í. Mér leiði ekki hann með fyrra skotið mitt, ég viðurkenni það. En þannig að þessi var ofan í þetta tíma. Þetta hefur verið upp úr og ofan í hjá okkur líka síðustu leiki, gerir þetta ennþá sætara? Þetta gerir það. Það hefur verið rosalega leiðilegt að tapa 2 leikjum með 1 stigi. Ég hef ekki sofið mikið næstu daga. Þetta bara galopnar riðilinn og við ætlum að verða heimavöllinn. Þetta var ekkert fallegasti leikur í heimi í dag en við gerðum það sem þurfti. Og bara, rétt bara, það mátti ekki minna. Það er svolítið þannig, leikurinn í dag, Svissararnir aðeins alltaf skrifa undan rétt í lokin. Hvað er það svona hvað er þetta ekstra sem þið gerir í lokin? Ég held að það bara verið stuðningurinn og áhorfendurnir sem að drífa okkur áfram og ég er virkilega ánægður að sjá mætinguna í dag. Þú veist, 1 á laugardegi, enski boltinn, Ed Sheeran í kvöld og þú veist, allt þetta. Að hafa svona margir mætt í höllina og ég vona að við fáum ennþá betri stuðning á laugardaginn af því að við þurfum öllum að halda. Og já, þetta er bara skref í rétta átt og eins og segja, við gerðum það sem þurfti í dag. Matchupi sem allir horfðu á í dag var Tryggvi versus Capella og þú sagðir að Tryggvi væri betri. Er ekki bara að segja það eftir þetta frammistöðu? 8 stig? Tryggvi var frábær í dag. Þú veist, maður horfir á þennan gaur og hann er einn af bestu miðherrum í NBA-deildinni og sér Tryggvi að matcha svona upp á mótunum. Það bara gerir rosalega góð fyrirheit fyrir hann og Tryggvi getur náð alla leið, það er bara þannig. Það sést ekki að liðið spila á móti þeim oft og þeir voru til dæmis ekki sterkir í síðustu undankeppninni en þetta er alltaf annað lið sem við mætum í dag. Maður sér það að þeir fá miklu meira sjálfstraust með Capella inn á vellinum. Og svona gameplanu okkar var að leyfa nokkrum mönnum að skjóta sem að klikkuðu ekki skot í dag sko. Þannig að gameplanið var kannski ekki heppnaðist ekki alveg en það er jákvætt að við náðum að finna leið inn á vellinum og breyta hlutunum svona sjálfur bara og við vonum heldur að geta hitta frábæla og ég held að ég hef ekki hitt einu þrist í dag sem er eitthvað nýtt. Þannig að við erum bjartsýnir og við ætlum að halda ótrúlega áfram og enda á toppnum í þessum riðli. Portúgal eftir viku er ekki klárt að við tökum það sérstaklega til svekkelsi í Portúgal? Jú, mér finnst við vera með betra lið en Portúgalarnir og þeir spiluðu bara frábælega á heimavelli og allir hjá þeim einhvern veginn að hitta skotum. Ég held að vera ekki alveg sama upp á teiningum hérna á laugardaginn og við eigum að vinna þann leik, alveg klárlega og við ætlum að vinna þann leik.